Furðudýr vikunnar haförn. Þetta einn af stærri fuglum landsins og sá sem með stæðstu vængina en ekki þyngstur, allt inni þyngri. Eru 75 til 90 cm að lengd og lifa í Evrópu og Asíu og náttúrulega á Íslandi. En eru aðalega á vesturhelmingi landsins. Voru algengir, ekki algengir, svona lifðu á meiri hluta landsins hérna áður fyrir en voru mikið veiddir út af til þess að verja æðarvörp og búfénað og voru orðnir mjög fáir og eiginlega bara við Breiðafjörð en hafa verið friðaðir núna ansi lengi og farið að fjölga aftur og dreifa sér eitthvað Vesturlandið og Norðvesturland. Borða fugl og fisk, veiða helst fíl og æðafugl, líka fisk, þeir grípa bara við yfirborðið, en éta töluvert af hræjum líka, þessum dauðum dýrum sem þeir finna. Pörin halda saman alla ævi, verpa í klettum eða eyjum, og þá er vel eitt í svona klettaeyjum, ekkert endilega stórum samt. Hafa verið sakaður lambadráp, að éta lömb, sérstaklega á vorin þegar þau eru lítil, og að taka ungabörn. En ég kann sögu stað í minni heimasveit, í Úlstubisveit, af einum bæ. Þar er örnefni eða svona klettur sem stendur út eða við sjóinn sem heitir Sorgarhorn. Þar á örn að hafa tekið barn og mamman kom hlaupandi og grét þangað til hún dó á horninu. Hvort þetta er rétt eða ekki, það er hins vegar flókið. Það er til fleiri svona sögur annars staðar á landinu. Við þekkjum fullorðna fugla á því að þeir eru með hvítt stél og gulan gogg. Ungfuglarnir eru með dökkt stél og dökkan gogg og fæturnir eru eins gulir á eldri fuglum en síðan og dekkri á yngri fuglum. Elstu fuglarnir, þá fara vængirnir líka að lýsast, verða svona pínu grá skellóttir. Er skyldur skallaernir segi ég, sem er einkennisfugl Bandaríkjanna.